Þið eru að hlusta á sérstakann framboðsþátt Gjallarhornsins þar sem við tökum púlsinn af frambjóðendum í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Ég heiti Magnús Ben og með mér er sestir Birta Karen. Viðmælendur okkar þessu sinni Brynja Níelsson sem sækist eftir öðru sæti. Vertu hjartanlega velkomin, Brynjar. Takk. Þú getur sagt okkur svona aðeins frá þér, mjög stuttlega kannski hvað varst að gera og hvernig þú komst í pólitík? Já, ég var nú lengst að lögmaður. Byrjaði nú að læra lögfræði og starfaði síðan sem fyrst eftir próf, starfaði nú sem fulltrúi hjá ríkinu. Ég rámvarlega í dómstörfum og síðan eftir 5 ár þar þá fór ég í lögmennsku og var í henni alveg þangað til raunverulega eftir ég kom frá þing en haustið 2012 þá fer ég í prófkjör fyrst og verð þingmaður vorið 2013. Svona stutt útgáfan. Já, og hvað eru lengi á þingi? Þá er ég búin að vera núna rúm 8 ár. Já. Eða 8 ár, já. Og varstu eitthvað í heimdalli eða varstu í ykkur unglega heim? Nei, ég var það ekki. Ég kom bara eins og skrattur úr söðalegum. Það er góð lýsing. Heyri, þá bara kemur það okkur næstu, bara okkur ætti ung fólk að kjósa þig? Já, ætti það hvað að gera það? Nei, ég bara, ef ungt fólk sko hefur áhuga á og trúir á einstaklingin og trúir á frelsi hans til orð og athafna sem ég tel vera algjör forsenda fyrir sko velferðar samfélagi. Það er réttindi einstaklingsins, eignarrétturinn, að það sé forsenda raunverulegs velferðar samfélags og það hefur verið minn boðskapur og ef ungt fólk trúir á því þá að kjósa mig. Og ég mæti kannski líka að spyrja svona, hvað leiddi út í að fara í Sjálfstæðisflokkinn? Hvað var það sem heillaði við Sjálfstæðisflokkinn? Já, ég var nú í talsverðri klemmu í uppeldinu. Móðurættin var nú all frekar vinstri sinnuð. En það var svona meira til hægri í föðurættinni. Ég held mér sé að afi minn í föðurættinni hafi verið einn af stofnendur Sjálfstæðisflokksins. Bjóð þá á Suðurlandi, var bóndi þar. Þannig að þetta hefur svo tókast í mér. Sko allt svona stjórnlynd hefur alltaf farið töðan alveg frá því ég er barn. Ég leið illa þegar menn alltaf stjórna mínu lífi, stjórna því hvernig ég ætti að haga mér og ætti að gera. Auðvitað vissi ég auðvitað til reglur og ég fer eftir þeim og var þokkalega vel upp alinn en mín eigin málefni, það sem mig varðaði þegar fólk hefur þess að miklu þörf til að stjórna að það kannski var til þess að ég var sjálfstæðismaður að því ég vildi bara fá að vera ég sjálfur og fá að vera minn eigin gæfismiður og ég gerir mig grein fyrir því eins og að við þurfum öll að til þess að geta orðið okkar eigin gæfismiður þurfum öll að eiga sko hamar og sög þannig að ég er auðvitað maður þess að allir eigi möguleika og öll þessi jafnréttishugsun mín er að gefa öllum kost á að njóta sín, kost á námi og svo framvegis og þeir sem falla myndir skipla bryggju að það sé eitthvað tryggingakerfi. En öðru leyti eigum við vera frjáls og fá að njóta áræðinu og dugnaðar ef svo ber undir. Það var mjög vel orðað hefur. Já, ég held að, hvað væri svona þitt helsta baráttumál, þú veist, bæði núna og hérna á þingi, ef þú hlýtur kjör, þar að segja? Og hefur það baráttumál kannski breyst? Nei, ég er auðvitað, mitt baráttumál er bara stefna Sjálfstæðisflokksins sko, sem svona, mér finnst menn gleyma svolítið að tala um. Ah. Við erum eitthvað svo föst í öllu svona kerfi sér auðvitað orðið allt. Það étur okkur endanum sko, en mitt baráttumál er bara að tryggja hér einhvern veginn umhverfi fyrir atvinnurekstur getur þrifist vel sem er mesta velferðarmálið ábyrgð og ráðdeild í ríkisrekstri já, þetta er svona kannski og líka svona í lýðræðinu að við hættum að færa öll völd til embættismanna og umboðslaust fólk út í bæ að við sem höfum umboðið og erum kjörðir til þess að fara með þetta að við stjórnum en ekki einhver aðrir að ég er búin að berast í því allan tíman frá því ég byrja á þingi en svona fyrir eitthvað daufum meirum þetta er svona einhvern veginn þróast þannig að við búum til eitthvað svona bara okkur sjálfum að kenna löggjöfin er bara þannig að við færum valdið
fyrir einhverja stofnan og svo framvegis og búin til einhverja úrskurðarnefndir og ráðherra hefur ekkert með það að gera hver niðurstaðan verður þó að sé útgjöld fyrir ríkissjóð upp á milljarða. Þetta gengur auðvitað ekkert lengur en það er óslega erfitt að snúa svona einhverju þungu olíuskipi við. Og sumir jafnvel telja það fyrir eitthvað sérstaklega lýðræðislegt ef aðrir heldur en kjörnir fulltrúar stjórni, sko. Ég er löngu hættur að skilja þessu hugsun. En þetta kemur allt frá Evrópusambandinu. En hvernig finnst þér þingi hafa breyst svona síðan þú fórst fyrst, hvað sagði, 2012? Ja, 2013. 2013 fórst einn. Þingið, já, kannski þingið hefur ekki breyst mikið en það er svona, mér finnst það að vera of mikið lendunýjum. Mér finnst hafi ekki verið nógu mikið þáttaka af öflugu fólki sem gefur kost á sér. Kannski breytist það eitthvað núna. Já, maður sér alltaf núna eða allir sittandi þingmenn í Reykjavík alltaf halda áfram. Já, það er bara eiginlega einstæmi. Þetta hefur verið mjög hraðar breytingar, alveg frá bankahruninu og miklu hraðar að mínu viti heldur en æskilegt er. Það veikir auðvitað þingið, veikir stjórnmálin. Það veikir líka stjórnmál að hafa alla þessa smáflokka út um allt sem haldið að það sé líka lýðræðislegt. Það er líka mikil misskilningur. Öflugi stjórnmálaflokkar eru forsenda fyrir öflugu stjórnmálalífi og öflugu lýðræði. Maður sér það líka núna eins og segir mjög margir flokkar á þingi og við sjálfstæðisflokkurinn kannski stöndur svolítið þarna hægra megin. Það eru rosalega margir þarna vinstra megin og þá kannski er fylgja og maður segja að hoppa svolítið mikið á milli flokka þar en við höldum alltaf okkar svolítið svona solid, hvað, 25%, 24%? Já, í kostinga hefur það 25 upp í 29 já. Á þenn tíma sem ég hef verið. Mér finnst það á lítið, mér finnst það allt á lítið og hérna, en einhvern veginn þróast það svona, ef það væri annar þokkalega borgarlega sinna flokku við hliðina, við þurfum ekki að vera ein með allt borgarlega fylgið, þá væri það lægi en mér sýnist þeir flokkar allavega verið einhvers konar einsmálsflokkar eða einsmannsflokkar. Mér finnst það ekki gott fyrir pólitíkina. Allt í lagi að hafa, það þurfi ekki allir borgarlega sinna að vera í sjálfstæðisflokknum en það verður þá allan að vera sæmilega öflugir flokkar, sko. Þannig er það. Já, algjörlega. Herri, þá... Já, við tökum það bara hraðspurninga til þess að aðeins kynnast þið betur og svona hljóða hlustundum að koma að staðirinni. Meira hver þú ert. Ég er ekki svo gott fyrir mig, já. Vonandi verður ekki fælandi. Það byrjuð bara á fyrsta, bara með hvað íslenska liði heldur bara í fótbolta, fimleikum og handbolta og svo fleira. Ég er fæddur uppalinn á Hlíðarenda nánast, þannig að ég er mikill vassari. Já, almennilegt. Herru, hvað er það fyrsta sem þú gerir þú vaknar á morgnana? Það er eitthvað, þusa í eiginkonunni eitthvað. Venjulega fyrsta sem ég geri, byrja á einhverjum svona leiðindum og svo bara hefbundið koma með mér á fætur. Og kannski kíkja á Facebook og hendi góða status. Nei, það er ekki það fyrst sem ég geri. Og kona mín hefur jafnvel talið æskilt að ég lokaði þeirri síðan, ég hef ekki orðið við því. Nei, það er alltaf góð skemmtun fyrir okkur hinn. Já, það er ekki leiðilegt. Herri, í hvaða menntaskóla varstu? Ég var með öllum sósíalistum í menntaskólanum í Hamralíð. Og þar voru menn, sko, þegar ég var þar á 8. áratug síðustu aldar. Þá gengum menn með kommunistastjórnuna í barminum og boðuðu byltinguna, sko. Blóðuðu ekki vildi betur, sko. Það er ekki margir sem hafa komið úr MH. Nei, það er... Nei, þetta var alveg, sko, botfröðinni sósíalista þegar ég var, sko. Ja, ég er nú til dæmis nýbúin að vera hann að skipti svo, en það voru jú sósíalistar. Þetta var svona fólk sem mér fannst, sko, alveg úr tengslum við raunveruleikann. En við erum bara ólík. Já, það er alveg rétt. En heyrðu, hver er drauma ríkisstjórnin? Það er bara sjálfstæðisflokkurinn. Já. Og kannski senasta spurningin, hvort þú getið toppa formannin, hvað tekur í bekk? Ég tek sem nemur þyngd stangarinnar án lóða, sem mun vera 20 kíló. Ég er algjör aumingi, það verður bara að segja það svo. Máttlaus. Herru, bara takk kærlega fyrir komuna. Við ætlum að minna hlustendar á að prófkjöri er 4. og 5. júní og það er kosið á fjölmörgum stöðum í Reykjavík en utankjörfundaratkvæðagreiðsla er hafin og fer fram alla virkadaga frá 10 til 4 upp í Valhöll. Takk hérlega fyrir komuna og takk fyrir að bjóða mér. Og bara gangið þér. Já, takk.